Þetta yfirferð á sýnilausnarverkefni 7 í vegfarinu 1 árið 2020. Verkefni snýrst að útfæra César-dulmál fyrir gefið stafróf. Í okkar tilfelli erum við hér með íslenska stafrófið, en þar sem við tökum það eins sem breytið þá getum við tæknilega sér breytt í eins og við viljum. Það átti ekki að nota neitt viðmót í HTML fyrir utan prompt, alert og confirm. Þannig að við sjáum hérna í raun grunn HTML-ið gerir ekkert annað en það að vísa í JavaScript-forritið okkar. Þannig að það fyrir allt fram hérna innan scripts og það var í raun líka engar kröfur neinn tól eða neitt svoleiðis, en við sjáum það hérna til dæmis að ástæða fyrir því að það er gott að hafa takmörkun á hversu langar línurnar okkar eru, er það að ef við erum með 2 skjái hérna þá getur orðið leiðilegt að skrolla allavega. Það er í öðru. Það sem við gerum hérna er í raun að skipta þessu upp í 2 parta í raun og veru. Annar parturinn er í raun að útfæra föllin sem afkóða og kóða strengin okkar og síðan forritið sem sér það að keyra virknina. Ef við skoðum fyrst hvernig við afkóðum og kóðum strengina, þá höfum við hér í raun kóðun á streng sem tekur inn þá streng og hliðrun sem er þá í raun heiltala á bilinu 0 til og með lengd stafrófsins. Við erum ekki í raun að staðfesta hér og það var ekki krafan þá að staðfesta hér að þessar breytur væru réttar. Það er að segja að strengurinn væri í raun í alvörunni strengur, talan væri í alvörunni tala og hún væri á þessu bili. Þar sem að það í raun flækir bara og bætir við villitjekki hérna sem að þurfti ekki í þessu verkefni. En það sem að fallið skila síðan er upprunalegi strengurinn hliðraður n til hægri. Þannig að það sem þetta gerir er að taka inn strenginn og þetta dæmi hérna notar for-líkju og það fyrsta sem hún gerir er í raun að færa strenginn yfir í hástafi, þannig að það passi við þessa hérna stafi hér. Síðan búum við til streng sem er í raun bara tómi strengurinn og við munum setja inn í þennan streng hliðraðan staf fyrir hvern og einn staf í upprunalegu í stafrófinu. Stafrófið er síðan, það vísaði það hérna sem bara global breytu sem er þannig sé ekkert svakalega gott. Hvað gerist ef þetta er ekki til staðar, þá klikkar þetta allt saman. En það sem er gert hérna er að hlaupa í gegnum strenginn, þannig að við byrjum á því að við fáum inn strenginn hérna ASDF eða halló, þá byrjaði því að taka háið sem er þá fyrsti stafurinn sem er þá í þessum hérna streng með staki í stak 0 og það er þá bætt við þennan result streng hérna, þannig að við erum að gera nokkra hluti hérna í einu. Það sem við erum að gera er að við erum að taka þennan staf hérna, við erum að finna staðsetningu hans í stafrófinu, þannig að í okkar tilfelli þá er H hérna í einhverju hann númer hér og við erum að bæta við hann n, þannig að ef að n er 3 þá tökum við 1, 2, 3 og við fáum í og síðan vera að athuga hvort að við förum út fyrir lengd stafrófsins. Þannig að ef við höfum til þess að vera með þ og n væri 3 þá myndum við fara í þ, æ, út fyrir 1, þannig að þá verðum við komin með 33 stafi og þá notum við hérna modulus operatorinn til þess að deila, eða sem deilir í lengdin á stafrófinu sem er þá 32, 33 deilt með 32, afgangurinn verður 1 og við förum aftur í raun á fyrsta stafinn, eða á fyrsta staki hérna. Þannig að við notum modulus operatorinn hérna til þess í raun að passa upp á að við séum að fara í hring. Og svo er þetta bara hækkað, næsti stafur og svo framvegis þangað til að búa að fara yfir alla stafina og síðan er niðurstöðunum skilað. Síðan til þess að í raun að
vinna þetta þá svona fátækaramannsins test fyrir neðan, þannig við erum í raun að keyra assert, og assert segir ef við fáum upp documentation ekki betur en þetta, en það tekur inn einhverja segð, og ef hún í raun sönn þá bara gerist ekki neitt, en ef hún ekki sönn þá í raun sagt assertion villa sem kemur fram í konsolinu með þessum streng sem segir þá í raun að við höfum ekki haft þetta rétt. Þannig að svona getum við í staðinn fyrir að fara inn og fara inn í konsolið og keyra encode á þessu alltaf ítrekkað, þá getum við sett þetta svona, þá nóg fyrir okkur að keyra fallið í hvert skipti. Þannig að ef við förum gerum open index.html og förum bara gegnum þetta, skiptir okkur ekki máli þá sjáum við hér allt í góðu, en ef við förum og við segjum A ætti að kóðast sem X og við förum hér og reloadum, sleppum þessu, þannig að kemur einhver önnur villu, result is not defined. Já, ég strókaði út ég ætlaði bara að stróka tala út, svona og svona. Sjá, já, og undo þetta, þannig að gerum þetta aftur og reloadum hér, aftur í gegnum þetta, þá fáum við assertion failed og þá sjáum við hvað hún gerðist og þá vitum við að þetta er það sem gerðist en í raun þetta eitthvað sem að þetta skoða frekar með því að fara í setja upp test runnera, en þetta í raun algjörlega fyrstu kynni af þeim. Þetta líka hægt að nota í föllum þar sem við viljum staðfesta eitthvað sé einhver samningur hún sé upp, hann sé í raun eins og að þetta eigi að vera strengur. Við getum sett console assert type of string, string verður að vera strengur, þá er þetta að setja eitthvað svona inn til þess að fá upp villuna. Þetta er samt eitthvað sem að nota kannski ekkert það mikið, en hægt að nota. Í staðinn myndum við í raun vilja að við myndum díla bara við að strengurinn væri ekki strengur, skilja tómastrengnum með eitthvað, en hins vegar getum við haft þetta með og þá getur þetta hjálpa okkur í framtíðinni að við erum að debugga eitthvað, að sjá, þetta er eitthvað skrítið, string var ekki sent inn sem strengur. Allavega hitt dæmið, ef við förum og lögum þetta, hitt fallið þar að segja, notar fallaforritun til þess að ná fram sömu virkni, nema erum við að hliðra til vinstri, þannig að við erum að fara í hináttina. Þá er það sama, við tökum inn strenginn, þá sjáum við við erum bara með eitt langt fall sem gerir þetta fyrir okkur. Við tökum inn strenginn, við færum hann í hástafi, við splittum honum á tómastrengnum sem þýðir það að við fáum fyrir halló þá fáum við út H-A-L og svo framvegis, þar sem við getum þá unnið á þessu fylki. Síðan vinnum við á þessu fylki með því að taka fyrir hvern staf, alveg eins og fyrir ofan. Þá finnum við staðsetningu stafsins, þannig að finnum hvar A í stafrófinu og við hliðrum, þannig að út úr þessu þá möppu við breytum fylkinu okkar úr því að vera þetta H-A-L yfir að vera eitthvað sem nú ekki hvað en yfir einhverja tölur, þannig að 3, -1, 6, 4, 4, 0, whatever, eitthvað sem við síðan athugum í næsta hvað gerist, þannig að við viljum í raun passa upp á við séum ekki með neikvæð gildi, þannig að við athugum neikvætt gildi, þannig að þetta fer yfir og mappar 3, það er ekki neikvætt. Ef það er neikvætt, þá bætum við í raun við lengdir á stafrófinu, þar sem við í raun förum þá frá til vinstri, upp undir í raun, upp að endanum á stafrófinu, mínus gildið, og færum þetta þá frá aftast til stafrófinu. Þetta passa þá upp á að við höfum engin neikvæð gildi og svo í lokin þá breytum við aftur stafgildinu okkar, stafnum sem þá staðan, yfir í actual stafin. Og síðan til þess að við skilum ekki fylki,
þá joinum við sem er andstæða aðgerðum við split sem þá breytir aftur fylki af stöfum yfir í streng sem eru bara stafirnir í réttri röð. Þannig að þetta eru þessar 2 leiðir til þess að vinna með þetta en forritið sjálft sem að keyrir og lætur þetta sem virka, notar þessi prompt alert og confirm, byrjar á því í raun að spyrja hvað viljum við gera og þá prompt birtir þetta í svona bara bóksi þar sem notandi getur slegið inn og skilur okkur tilbaka strengnum eða í raun ef að notandi nýtur að cancel þá fáum við null. Þannig að þess að passa upp á þetta, við fáum ekki null exception þá segjum við eða tómi strengurinn. Þannig að við fáum alltaf út úr þessu annarkvort strengir sem notandinn skrifaði inn eða tóma strengin. Síðan athugum við aðgerðin sem beðið annarkvort kóða eða afkóða sem eru 1-2 aðgerðir sem við styðjum. Ef svo ekki, þá látum við vita að við vitum ekki hvað aðgerð þetta og gerum continue og þegar við erum að keyra þetta allt inn í do while likju. Þannig að þá segir við þess að segja continue, þá hoppað yfir allt þetta fyrir neðan, alveg hingað niður og farið hingað og þá notandi spurði vill ég gera þetta aftur. Þetta skilar annað true eða false, true eða sagt ok, false eða sagt cancel, eða sagt ok, þá byrjum við bara upp á nýtt, eða sagt cancel, þá hættum við og þá er hætt við kistlan og forritið okkar algjörlega. Er segjan í raun forritið byrjað sem að í raun starta þessari lúpu Þannig að síðan sama gert fyrir hliðrunina og þá verið að athuga hvort við séum á réttu bili. Þannig að við fáum inn tölu en aftur þetta gefur okkur streng. Þannig að við þurfum að athuga hvað tölu við fáum út úr þessu streng. Við gerum parse int sem tekur tölu úr streng fyrir inputið okkar. Þannig ef inputið er null sem getur að gerst ef einhver heitt og cancel, þá fáum við bara none. Annars fáum við tölu. Síðan athugum við í raun þessi 3 atriði. Erum við með heiltölu sem krafa. Það þarf að vera heiltala á bilinu 1 og upp í lengdur stafran okkur -1. Ef það í lagi þetta í raun heiltala stærri en 1 eða stærri. Ekki neikvæð, ekki 0 eða minni og hún í raun þannig að erum við að athuga bilið okkar. Hún ekki stærri en lengdir á stafranum okkar. Ef að eitthvað af þessu er false, þannig að við erum í raun með neitunina þannig að við getum notað við getum snúið þessu við þá bara sama við segjum bara þetta ekki á réttu bili og höldum áfram. Lokum í raun strengurinn sem við erum að biðja eða sem á að keyra aðgerðina annarkvort kóða eða afkóða með hliðruninni n. Ef við fengum ekki streng eða strengurinn okkar tómi strengurinn þá segjum við þú gafst ekki upp streng, reyndu aftur. Annars þá verið að segja hvaða stafir eru ólöglegir. Þannig að við gerum líkt og í encode fallinu neðan. Við förum í gegnum allt stafrófið okkar og athugum hvort að stafurinn sé innifalinn í stafrófinu okkar. Þannig að index of raun athugar hver staðsetning stafsins. A í staki 0, Ö í staki 31. Þannig að ef það ekki þá fáum við -1. Þannig að fyrir hvert staf sem gefur okkur -1 þá bætum við því við fylki og í lokin þegar búið að fara yfir allan strengi sem notandi sendi inn þá athugum við erum við með að minnstu kosti 1 stak í invalid fylkin okkar. Ef svo þá segjum við þú gafst upp stafi sem ekki hægt að afkóða kóða og svo segjum við hverju eru stafirnir og reyndu aftur og þá gerum við continue. Þannig að við sjáum hvernig þetta haga sér. Við getum farið við viljum kóða. Getum við séð hvað gerist ef við fyrir með 33. 33 ekki heiltala bilinu þetta. Reyndu aftur. Já, reynum aftur. Kóða 5 ASDF og svo getum við sagt 0, 1 punktur, komma. Þá kemur þú gafst upp
strengi sem ekki er hægt að kóða, 0,1 punktur komma, reyndu aftur, ok, og svo framvegis, fyrir út af þessu og sjáum við þá í raun hvað gerist í lokin, að þá höfum við í raun allar breytindur okkar sem er þá í raun hvað aðgerð við erum að keyra, hvað er strengurinn okkar og hann er löglegur, hver er hliðrunin okkar, hún er lögleg og við í raun keyrum bara út frá því hvort þetta er kóða og keyrum við encode, annars keyrum við decode og látum notandann vita af niðurstöðunni og bjóðum síðan að spila aftur. Þetta er verkefni 7.